Ég og að fara að lýsa þessum leik í Bósbikarnum, leikur milli KR og Víkings. Þetta fyrsti leikur hjá Bjarna Guðjónsssyni og Guðmundi Benediktssyni sem aðstoðarþjálfari KR-inga, og Víkingar hafa fengið ansi marga leikmenn, þó eru þeir ekki allir með. Hallgrímur Már Steingrímsson til að mynda ekki með í dag á við smávægileg meiðsla að stríða. En ég ætla hins vegar að renna hérna yfir liðin og ég ætla að byrja á liði Víkings. Þar í markinu Sigurður Hrannar, en hann virðist vera á leið til Fram en var fenginn til að standa í markinu í dag. Leikurinn reyndar hafinn og í hægri bakverði Ómar Friðriksson, vinstri bakverði Davíð Atlason, Ásgeir Frank Ásgeirsson miðvörður ásamt Davíð Steini Sigurðssyni. Á miðjunni Finnur Ólafsson, Haukur Baldvinsson, Stefán Hjaltesteð, Atli Fannar Jónsson, Erlingur Agnarsson og Andri Rúnar Bjarnason. Byrjunarlið KR-inga þannig skipað. Í markinu Stefán Logi. Almar Ormarsson stendur vaktina í hægri bakverði og Andri Fannar Freysson sem kemur frá Keflavík. En hér samt sókn, og hvað gerist hér? Víkingar í færi og skot rétt yfir Haukur Baldvinsson. Já, ég ætla að klára ræðin yfir liði KR-inga. Hins vegar Andri Fannar Freysson í vinstri bakverði, kemur frá Keflavík, hefur einnig spilað með Njarðvík. Gunnar Þór Gunnarsson og Grétar Sigfinnur Sigurðsson eru miðverðir. Á miðjunni Egill Jónsson og Kristinn Jóhannes Magnússon sem lék með Víkingum á seinasta tímabili. Uppalinn KR-ingur, hefur ekki verið í KR í 6 ár en snúinn aftur. Fremstur á miðjunni Kristófer Eggertsson, lék með KVF í fyrra og raðaði inn mörkum bæði fyrir annan flokk KR sem og KVF. Á hægri kanti Aron Gauti Kristjánsson, á vinstri kanti Enok Enoksson og fremstur Gary Martin. Það virðist að vanta talsvert upp á lið KR-inga. Þeir eru einungis með 4 menn á bekknum, miðað við að Víkingar eru með heilan her af mönnum, og þeir sækja hér upp vinstri kantinn. Það Erlingur Agnarsson. Erlingur, þessi ungur strákur, og hefur orðað við Heerenveen í Hollandi, gamla félagið hjá Alfred Finnbogasyni. Gaman að því. Hér KR-ingar, þetta hættuleg þversending og Víkingar vinna boltan þar. Stórhættulegt með svona þversendingar rétt við teginn. Það nú eitt af fyrsta sem maður lærði þegar maður var yngri, að aldrei að gefa fyrir sinn eigin teig. Og það mark! Fyrsta markið komið og það sýndist að það hafi verið bara Grétar Sigfinnur Sigurðsson sem skoraði sjálfsmark. Mér sýndist að staðan núna 1-0 fyrir Víkingum og leikurinn varla hafinn. Já, áhugaverð byrjun. Víkingar búin að pressa stíft og áttu þetta í raun og veru þannig séð voru miklu líklegri svona til að byrja með. Þannig að það byrjar ekki vel fyrir KR-inga, en náttúrulega það er áhugavert. Það ennþá bara nóvember, þannig að það má búast við að liðin munu breytast eitthvað þegar líða tekur á tímabilið. En það náttúrulega lengsta undirbúningstímabil í heimi. Og KR-ingar reyna hana að pressa. Gary Martin pressar á Davíð Atlason. Sáum hérna KR-inga sækja. Þetta Aron Gauti Kristjánsson sem fékk hana boltan, en náði ekki að gera neitt úr þessu, og Víkingar snúa hér vörn í sókn. Kemur langur bolti, ekki nægilega góður
Almar Ormarsson gefur á Egil Jónsson og Gunnar Þór. Það gerir Gunnar Þór hérna. Kemur honum út á vinstri kantinn, Gary Martin hérna. Boltinn út til hægri. Þar sem Aron Gauti Kristjánsson er með og hann kemur honum að missa hann út af en þeir fá innkastið. Almar Ormarsson tekur það. Og Aron Gauti hann aftur reynir að koma honum á Kristoffer. Almar kemur honum aftur á Gunnar. Víkingapressa, góð pressa hjá Víkingum. Vel gert þarna. En Víkingar vinna boltan en missa hann aftur og KR koma hér og Kristoffer Eggertsson en Sigurður Hrannar Björnsson fljótur í þetta. Ekki ólíklegt að hann fari aftur í Fram en það Fram búinn að missa marga leikmenn og óvíst hvort að Dennis Kartaklia verði áfram og gæti opnast gluggi fyrir Sigurður Hrannar. Spilaði 2 leiki með Víkinga í efstu deild á seinasta tímabili. Stóð sig vel í þeim. Víkingar er búin að missa Ingvar Kale og danski markvörðurinn sem þeir fá er ekki mættur til landsins og Sigurður Hrannar var fenginn til að leysa af í þessum leik. Annars eru þeir með varamann á bekknum Kristoffer, veit ekki hvers son hann er. Ungur strákur, væntanlega í öðrum flokki Víkings. Sjáum hérna eru KR-ingar Gunnar Þór Gunnarsson, hvað gerir Gunnar? Reynir að koma honum út að hægri á Aron Gauti Kristjánsson og vel gert, góð sending. Aron Gauti nær honum ekki, það er Víkingar sem gera það og Haukur Baldursson ná ekki koma boltan með Andra Rúnar Bjarnason sem kemur frá B. Bolungarvík. Búinn að standa sig virkilega vel í fyrstu deildinni og annar deildinni og búinn að spila með þeim síðan 2005 eða 6 samt fæddur 1990, 24 ára gamall, búinn að spila í meistaraflokk frá hann var cirka 15 ára að mig minnir. Hefur leikið með þeim í 3. deild, 2. deild, 1. deild, raða inn mörkunum fyrir B. Bolungarvík, fyrir vestamennina. En það eru KR-ingar hér með boltan. Og hvað gera þeir hér? Og Almar hérna. Kemur honum aftur á Aron sem að nær ekki boltanum, heldur er að Víkingar sem að eru á undan í þennan bolta. Kemur langur bolti á Andra Rúnar. Andri Rúnar er ekki með nægilega góða sendingu og Kristinn Jóhannes vinnur þetta. Gunnar Þór með langa sendingu. Kristoffer Eggertsson hana í baráttunni, hann vinnur ekki skallaboltan. Sigurður Hrannar fær boltan hér aftur. Gary Martin pressar vel gert hjá Gary Martin. Martin kemur honum á Kristoffer en þeir hreinsa frá. Kristinn vel gert þarna. Boltanum aftur á Kristinn. Missa boltan, Finnur Ólafsson gerir það. Vel gert hjá Finni. Fyrsti leikur Finns fyrir Víking. Leik með Fylki síðari hluta tímabilsins í sumar. Var mikið meiddur fyrir hluta en kom mjög sterkur inn síðari hluta móts. Uppalinn hjá HK og fór svo í IBVF áður en hann fór í Fylki og nú loks kominn í Víking, 30 ára gamall, reynslumikill miðjumaður, gríðarlega vanmetinn leikmaður, Finnur Ólafsson. Og Gunnar Þór hérna með langan bolta á Aron Gauta. Og Almar, hvað gerir Almar hér? Hann er í hægri bakvarðarstöðinni. Kannski óvanleg staða, maður notaði þar samt líka hjá Fram þegar Þorvaldur Örlygsson stjórnaði. Og Andri Fannar Freysson hann misti boltan og Víkingar brunaði svo. Og það er Gunnar Þór sem að étur þetta.
kast hér. Davíð Atlason. Víkingar hér með boltan. Ásgeir Frank hérna. Og Davíð Sigurðsson miðverðir hjá Víkingun. Andri Fannar kemur núna á Gunnar Þór sem að spila boltanum langt fram og þar Davíð. Egill Jónsson tók skallan. Staðan 1-0 fyrir Víkingi. Ég var ekki viss hvort að Andri Rúnar Bjarnason eða Grétar Sigfinnur Sigurðsson hafi skorað markið fyrir Víking. Mér sýndist að hafa verið Grétar Sigfinnur sem skoraði eigin mark. Og staðan því 1-0 fyrir Víkingum. Og hér Egill Jónsson. Hann kemur honum á Almar Ormarsson. Uppalinn Káamaður, Almar. Pappans Ormar Örlygsson lék lengi vel með liði Káa. Öflugur leikmaður á sínum tíma. Andri Fannar hér með innkastið á Grétar Sigfinn. Kemur hún á Almar. Og Gary Martin, góðu bolti á Almari á Gary Martin. Gary Martin er komin á þetta var sýnist mér Enoksson sem var þarna mættur í fremstu víglínu, spilar á vinstri kantinum hjá KR. Hann kannski yfir varamenn liðana. Já, KR einungis 4, hérna eru KR-ingar í sókn. Kristoffer Eggertsson reynir að koma með Gary Martin, þeir reynsa þetta frá. Egill Jónsson, hvað gerir Egill hér? Hann reynir skot, þeir komast fyrir það. Og Haukur Baldvinsson vinnur hann, kemur langan bolta á Atla Fannar Jónsson. Atli Fannar missir hann út af, vel gert þarna hjá andra Fannari Freysinni. Lokaði á Atla Fannar. Atli Fannar uppalinn hjá Breiðablik, lék með IBVF á seinasta tímabili. Og vel gert hann að KR vinna boltan. Og það langur bolti, Gary Martin gerir vel. Davíð Stein hann frá sér, kemur honum, kom boltanum á Egill Jónsson sem átti lélega sendingu og Víkingar vinna þennan bolta. Og Atli Fannar, hvað gerir Atli Fannar? Þetta ekki aukaspyrna, segir dómari leiksins. Og það eru KR-ingar þá sem snúa vörn í sókn. Ég ætla að renna hér yfir varamenn liðana, einungis 4 á bekknum hjá KR og það Guðmundur Andri, Mikael Harðarsson, Leifur Þorbjarnason og Atli Andrason. Ungir strákar, ekki stærstu nöfnin. Það var leikið með öðrum flokki hjá KR-ingum. En hjá Víkingum má finna heilan hera varamönnum. Þar Ívar Örn Jónsson, Kristoffer sem varamarkmaður, Viktor Jónsson, Jakub Hota, Bjarni Páll, Agnar Darri, Július Magnússon, Robert Jack og Valdimar Jónsson. Sömulegis kannski ekki stærstu nöfnin Ívar Örn Jónsson og Viktor Jónsson og Agnar Darri Sveinsson sem hafa spilað eitthvað með Víkingum í efstu og næstefstu deild. Víkingar hér með boltan. Finnur Ólafs kemur hún aftur tilbaka á Ásgeir Frank og Finnur og Ásgeir. Haukur Baldvinsson lék með Fram á seinasta tímabili. Uppalinn hjá Breiðablik og góður bolti þarna en Stefán Logi á undan. Já, gaman að segja frá því. Haukur Baldvinsson lék í eftirminnilegri auglýsingu þar sem þegar hann var lítill polli að spurja eftir Eiði Smára Guðjónsson. Og hefur verið úrvalsdeildarleikmaður í lengri tíma.
með Breiðablik og Fram og nú komin í raðir Víkinga. Já, leiðilegt að sjá ekki Hallgrím Már Steingrímsson, Húsvíkinginn Knáa sem hefur leikið lengi vel með að undanförnu með Káa, uppalinn náttúrulega Völsungur og Káinningar hér. Nei, Finnur gerir vel, étur þetta og afboltinn aflöfu tilbaka Sigurður Hrannar, Davíð Atlason hér með hægri bakverðinum, kemur honum á Davíð Stein. Þeir bara róa þetta niður og gefa honum aftur á Sigurður Hrannar. Já, það verður afar áhugavert að fylgjast með Víkingum. Endur í 4. sæti, náði í Evrópusæti, ansi óvænt þrátt fyrir að hafa ekki náði mörg stig í seinustu leikjum sínum í fyrra og hafa verið talsvert í umræðinni félagaskiptamarkanum. Hann aukaspyrna brotið af Finni. Það var Kristófer Eggertsson sem braut af honum og langur bolti. Þetta var fínn bolti alveg og það fyrirgjöf og Káringar kom þessu frá og það var Ómar Friðriksson sem átti þessa fyrirgjöf. Bruna alveg úr vinstri bakgrunum, hann dæmt á Víkinga. Finnur Ólafsson brotlegur. Má vona Víkinga vegna að Finnur haldist heill, gríðarlegur liðsstyrkur. Fylkismenn eiga væntanlega eftir að sjá mikið eftir Finni. Finnur lék alla yngri flokka hjá HK og alveg upp í meistaraflokk og hjálpaði liðinu upp í úrvalsdeild í fyrsta skipti. Spilaði 2 tímabil með þeim í efstu deild, hvort það var ekki 2006 og 7, frekar en 2007 og 8. Gæti hafa verið 2007 og 8, ég manna ekki alveg. En hérna Davíð Atlason. Hvað gerir Davíð hér? Og hann vinnur hornspyrnu, vel gert hjá Davíð. Spila sem hægri bakvörður hjá Víkingum í dag. Minnir hann sé uppalinn hjá FH, ef að minnir sé ekki að klikka hjá mér. Haukur Baldvinsson ætlar að taka þessa hornspyrnu. Hvað verður úr þessu? Og fín hornspyrna, þeir flikka þessu áfram. Boltinn hér á Davíð og það skot. Boltinn fór ekki einu sinni út af Haukur Baldvinsson hér aftur, ekki rangstæður. Kemur hún fyrir, stór hætta hérna hjá Káringum. Finnur Ólafsson fær hér boltan, hann getur látið vaða á markið. Slagt skot samt hjá honum, beint á Stefán Loga sem á ekki í neinum vandræðum með þetta. Stefán Logi á nokkra landsleiki að baki. Varði meðal annars vítaspyrnu í leikja Kýpur sem endaði með markalausu jafntefli. Það sem Íslendingar átti í raun voru ekkert skilið úr þeim leik. Voru arfaslakir. En Stefán Logi bjargaði því sem bjarga varð í þeim landsleik. En eins og menn muna þá töpuðu við fyrir Kýpur 1-0 í seinustu undankeppni HM. En sem betur fer reyndist það ekki það dýrkeypt og góður bolti á Andri Rúnar. Nei, nær ekki boltanum, Stefán Logi gerir það. Almar Ormarsson í hægri bakgrunum. Hann stærsta stund vantilega markið sem hann skoraði gegn Skotum í undir 21 umspilinu í undir 21. Og hann fylgdi með á EM Evrópumóti í Danmörku 21. landsliða. En fékk að mig minnir ekki að spila mínútu í því móti. Sá Gunnar Þór Gunnarsson, hann ekki í Svíþjóð. Það var ekki hjá Hammarby, ef ég man rétt. Hýr Jónsson, Kristófer. Hvað gerir Kristófer? Hann kemur boltanum tilbaka á Greta Sigfinn. Greta Sigfinn einnig leikið með Víkingum. Áður en hann fór aftur í KR. Já,
það lítið að gerast hérna, það svona, á maður að segja, vetrarbragur yfir þessum leik. Sigur Hrannar hana, þvingar, Káringar þvinga boltanum í langa spyrnu og hvað gerist hér? Káringar í dauðafæri en Stefán Logi ver þetta. Var þetta Erlingur Agnarsson? Strákur, mjög efnilegur. Stefán Logi hana með slæma spyrnu en ratar á Egil og Gunnar Þór kemur með boltan á Andra Fannar Freysson. Leik með Keflavík, eins og ég sagði áður, fær boltan hér aftur, kemur hún á Kristófer. Hvað gerir Kristófer Eggertsson? Kemur hún aftur á Egil Jónsson og Egil á Garri Martin, markakóngur á Íslandsmótinu í sumar. Og Almar, hvað gerir Almar Ormarsson? Hann missir boltan og Víkingabruna hér. Hvað gera þeir? Komum aftur bara tilbaka. Það var sjálfsögðu Atli Fannar hana í færinu á Atli Fannar Jónsson. Hvort hann hafi skorað 1 eða 2 mörk fyrir Eyjamenn í sumar. Fikk smjörþifinn af Pepsi-deildinni með Blikum. Spilaði þar 3 eða 4 leiki í efstu deild, langur bolti á Erling. Hvað gerir Erlingur? Og þetta hornspyrna eða? Nei, markspyrna. Já, hann hefur hitt boltan svona afar illa. Já. Stefán Logi spyrir hann frá marki sinu. Egil Jónsson vinnur skallaboltan. Garri Martin, Kristófer. Ekki nógu góð sending hjá Martin. Sló í gegn á svona fyrsta tímabili með Skagamönnum í fyrstu deildinni. Spilaði talsvert á vinstri kantinum hjá Skagamönnum. Ég held að hafa allir átt að segja á því að hann algjörlega framherji. Eftirsóttur af einhvern liðum erlendis. Spurning hvort hann muni enda hérna eða hvort hann fari einhvert erlendis. Gríðarlega sterkur leikmaður Garri Martin. Almar Ormarsson kemur hann bara tilbaka. Kristófer og Egil. Gunnar Þór. Hvað gerir Gunnar? Þeir bara halda boltanum í róliheitunum hérna aftast. Greta Sigfinnur fara varlega í pressuna Víkingar. Leyfa Káringum bara að vera með hana með boltan. Hafa svo sem engu að tapa. Þó þessi lítið liða leiknum og það var ennþá 1-0 fyrir Víkingum. Gauti Kristjánsson náði ekki að gera neitt þarna. Já, fyrsti leikur Bjarna Guðjónssonar á KR. Lengi leikið með Káringum sjálfur. Algjört akkeri á miðjunni hjá þeim. Alveg ótrúlegt hvað hann, þó hann hafi verið meiddur og hvað hann kann spila vel með því að nota einungis vinstri fótinn hjá sér. Gríðarlega sterkur spyrnumaður. Bjarni Guðjónsson. Hérna fá Káringar hornspyrnu. Spurning hvort þeir ná að nýta sér hana. Sé nú ekki hver hann mættur til að taka hana. Er þetta ekki bara Garri Martin? Hann ætlar að taka hana. Rétt 20 mínútur búnar af þessum leik. Og það er góður bolti fyrir. Og hvað gerist hér? Kristófer Eggertsson
með boltan, tekur skotið og glæsilega varið hjá Sigurði Hrannari Björnsssyni. Vel varið hjá honum. Það var fínasta skot hjá Kristófer Eggertsson. Og aftur hornið. Og það er mark. Nei, það er dæmt af. Egill Jónsson brotlegur þarna. Virðist hafa stjaka aðeins við Sigurði Hrannari Björnsssyni. Spurning hvort að þetta hafi verið rétt. Þetta virkaði nú ekkert svakalega mikið. Mér fannst hann bara að hoppa í raun og veru upp í boltan. En dómari leiksins mat það sem brot. Hvað gerist hér? Hér er Gary Martin. Vel gert hjá Víkingum. Erlingur reynir að koma með Andra Rúnar en Gunnar Þór er þar. Já, leik West Bromwich Albion og Arsenal er lokið með sigri Arsenal. Það sem að Danny Welbeck, hver annar, skoraði sigurmark Arsenal. Og sen er að hefjast hér 6 leikir í ensku úrvalsdeildinni klukkan 3. Gylfi Sigurðsson sjálfsögðu í byrjunarliði Swansea sem mætir mínumönnum í Crystal Palace sem hafa unnið sterkan sigur á döpru liði Liverpool í seinustu umferð. Og það eru KR-ingar hér sem sækja. Ná ekki gerir sem atúð þessu. Haukur Baldvinsson hér. Hvað gerir Haukur? Með flottan bolta og KR-ingar Greta Sigfinnur gerði þarna vel. En Erlingur kemur honum aftur á Ómar. Ómar Friðriksson, Greta Sigfinnur vinnur þetta. Finnur vinnur hann aftur og Haukur Baldvinsson kemur honum á Davíð Atlason. Og Davíð aftur á nafna sinn Sigurðsson. Pressan skilar ekki miklu boltinn enda hjá Sigurði Hrannari. Fór á lán hjá Tindastóli Sigurður Hrannar. Stóð sig ágætlega þar. Það hlaðis ekki 2 ár síðan. Víkingapressa hérna, Stefán Logi gerir vel. Kemur nú Andra Fannar. Andri Fannar sætla rólegur. Greta Sigfinnur kemur á Almar og spurning hvort hann keyrir ekki með boltan, kemur hann á Aron Gauta. Og Aron Gauti missi boltan, vel gert hana í Ómari. En KR-ingar vinna hann aftur. Já, lítið að gerast þessa stundina. Gunnar Þór og Andri Fannar. Gary Martin. Gunnar Þór, Egill. Hvað gerir Egill hér? Kemur nú bara á Greta Sigfinn. Er að reyna að finna einhverja opnanir. Almar. Og Aron Gauti gerir vel, Kristófer. Hvað gerir Kristófer hérna? Þetta lofa góðu. Fyrirgjöfin ekki nógu góð. Davíð Atlason hreinsaði hennar fram. Já, Davíð Atlason er í vinstri bakvörði þetta. Og Ómar í hægri bakvörði. Örlítið að ruglast. Óþægilegt þegar hann náttúrulega er ekki leikskýrslur. Orri Sigurður Ómarsson sem að leikmaður AGF sem að sendi með þessar upplýsingar. Og þakka ég honum fyrir það. Það er sjálfsögðu. Það eru Víkingar, þannig að, já, sem að leiða þann leik 1-0. Gaman að við sem áhörundur eru allavega frá Danmörku. Orri Sigurður Ómarsson er væntanlega að fara að leita að nýju liði. Hefur verið hjá AGF, ef ég man rétt. Ekki fengið mörg tækifæri með aðaliðinu þar og ætlar að finna sér nýtt lið. Lykilmaður í 21. landsliði Íslands. Og
Vel gert þarna, Andri Fannar kemst ekki framhjá dómari. Og hvað gerist hér? Kárahnjúkar leggja hann á Almar. Almar nær ekki fyrir gjöfinni. Erlingur á vinstri kantinum. Og Grétar Sigfinnur fór fram hjá tveim mönnum og er komin í fremstu ílínuna. Andri Fannar. Martin vildi fá boltan, fékk ekki. Eltar hann hérna. Hvað gerir Gary Martin? Gegn fína sendingu. Kristoffer og Aron Gauti, en Víkingar koma þessu frá í bili. Kristoffer hann brotlegur, hárréttur dómur. Davíð Atlason hérna að taka þetta. Já, hann róar sig niður. Kemur boltanum aftur, bara aftur á Sigur Hrannar. Ásgeir Frank Ásgeirsson. Davíð Steinn Sigursson. Það reyna boltan og kemur á Finn. Finnur ætlar eitthvað að byggja þetta upp. Nei, Haukur Baldvinsson segi ég að sjálfsögðu. Það má ekki vera mikið vandamál og það ruglast ekki á þeim Finn og Hauki Baldvinsinni. Og langur bolti. Kárahnjúkar hýra þetta. Egill Jónsson. Hvað gerir Egill hér? Vel gert hjá honum. Það er þetta Enok, númer 8. Ok, alveg klár á nöfnunum. Og hann missir boltan klaufalega. Finnur vinnur þetta. Kemur boltan út á Erling sem að kemur með hann fram. Atli Fannar nær honum ekki, en Kárahnjúkar reynsa í innkast. Já, staðan er þá 1-0 fyrir Víkingum og svona fátt merkilegt gerst að undanförnu. Menn svona ennþá að reyna að byggja upp sóknir og hefur oftar en ekki strandað á varnarmönnum andstæðinganna. Davíð Atlason kemur hann bara aftur á Ásgeir Frank núna, pressa Kárahnjúkar. Gary Martin hérna, reynir að loka, Finnur gerir vel. Davíð Sigursson. Davíð Steinn, kemur hann á Hauk Baldvinsson. Og Ásgeir Frank. Og Ásgeir með langan bolta. Vel gert. Gunnar Þór hirti þetta. Almar skallar hann fram. Egill reynir að koma honum á Kristoffer. Gengur ekki. Ásgeir Frank bara róar þetta og kemur honum alveg aftur á Sigur Hrannar. Já. Þetta er ansi rólegt hér. Aron Eli Strándar sem vantilega líka að horfa á sína gömlu félaga frá Noregi. Gekk í raðir Álasons og hans skarð verður vantilega vandfyllt. Átti frábært tímabil fyrir Víkinga. Vantilegt að spila lykilhlutverk fyrir 21 árs landsliðið í næstu undankeppni. Þetta er 1994. Gaman að segja frá því. Pabbans Þrándur Sigursson þjálfaði mig þegar ég var lítill gutti. Hvort að það hafi ekki verið bara áður en að Aron fæddist. Var lykilleikmaður í liði Víkings sem var Íslandsmeistari 1991. En hérna eru Kárahnjúkar, Gary Martin. Hvað gerir Gary hérna? Og nær ekki að snúa á komunum boltan á samherja. Grétar Sigfinnur, Andri Rúnar Bjarnason pressaði þetta. Og Kárahnjúkar hér. Atli Fannar kominn áfram á Egil og Atli. Já, þetta er bara
Þeir eru nú svo sem að spila þetta ágætlega, reyna að láta boltan ganga og reyna að byggja upp sóknir. Vantar smá bit í sóknarleikinn en þá eru það Víkingar sem bruna hérna. Og hvað gerist hér? Nei, vel gert þarna. Vel gert hjá KR-ingum. Kristín Jónes gerði vel. Spilaði náttúrulega lykilhlutverk hjá Víkingum, hefur gert undanfarin ár en er komin aftur á heimaslóðir. En er spurning hvað það verður fornilegt að vita hvað KR-ingar ætla að gera í félagaskiptamarkanum. Ég heyrði það Henrik Böttger sé að koma og spurning hvort að hann dæli inn einhverjum öflugum dönum í lið KR. Gæti verið afar áhugavert að sjá það. Hann það gert gríðarlega góða hluti fyrir Stjörnuna og kannski ein lykil ástæða fyrir að þeir eru Íslandsmeistarar í sumar. Frábær árangur hjá Stjörnumönnum. Og vel gert Kristófer Eggertsson, Aron Gauti. Já, Kari Martin gefur nú aftur á Kristófer. En hann missi boltan. Vel gert hann hjá Davíð Atlasinni. Og langur bolti og hann var innan við miðju. Hann er aldrei rangstæður, Andri Rúnar. Hvað gerir hann hér? Og með góðan bolta, þetta var illa farið með gott færi. Þetta var afar gott tækifæri hjá Víkingum. Já, þeir hefðu nú getað nýtt þetta betur. Stefán Hjaltestedt sýndist mér þetta hafi verið. En það eru Víkingar, nei KR-ingar segi ég, sem eru með boltan. Andri Fannar og Gunnar. Já, allt í góðu þar. Kari Martin. Já, leikin í ensku eru hafnir og það er strax komið mark í einum leik. Það er Lester sem að skoraði gegn Queens Rangers og engin annar en hinn reynslumikli Esteban Cambiasso sem skoraði það. Davíð Steinn Sigurðsson. Og slæm sending hjá Sigurður Hrannari. Kristófer pressað þetta. Hvað gerir sér? Sigurður Hrannar nær að redda þessu, koma boltanum frá í bili. Já, Finnur gerði vel. Greta Sigfinnur var þetta. Og það brotið þarna af Almari. Já, þarna voru Víkingar heppnir. Þetta var arfaslög sending hjá Sigurður Hrannari og Kristófer Eggertsson gerði mjög vel í pressunni. En KR-ingar náðu ekki að komast í þetta. Þeir náðu að bjarga þessu á seinustu stundu. Já. Víkingar vinna þetta. Ásgeir Frank hérna. Kemur hún á Davíð Atlason. Vel appelsínugulum og skóm. Það mætti ekki fara fram hjá mönnum. Það eru nú allt nokkri sem eru í jafn appelsínugum skóm. Sjálfur hefur alltaf verið hrifnari af venjulegum svörtum ekta leðurskóm. Þeir eru algjöru undanhaldi núna þessa dagana. En hér eru það KR-ingar. Nei, Kristófer nær þess ekki. Það var Ásgeir Frank sem komst inn í þetta. Og það er Erlingur Agnarsson. Kemur nú aftur á hann. Slæmsending, Ómar Friðriksson náði þessu ekki. Og halda betur breytt, öskrar Ólaður Þórðarsson. Ágætisferil sem þjálfari hjá Víking og Fylki í úrvalsdeildinni. Alltaf gaman að Ólaður Þórða, litríkur, hávær. Ekkert að skafa af hlutunum, af gjörsamlega gamla skólanum. Man sérstaklega vel eftir leik sem ég sá 1993 þegar að Óli Þórðar skoraði sigurmark Skagamanna gegn Feyenoord. Mjög eftirminnilegum leik á
Laugardalsvelli. Því miður fyrir Skagamenn þá töpuðu þeir seinni leiknum 3-0. Arnar Gunnlaugsson var þá nýlega genginn í raðið Feyenoord. Arnar og Bjarki. Arnar spilaði þann leik fyrir leikinn. En já, Víkingar náðu Evrópusæti í sumar og er búin að styrkja sig helling. Þannig að það verður mjög áhugavert að sjá hvernig þeim mun reiða af í Evrópukeppninni. Við erum samt aðalega hafa bara styrkt sig á fremri hluta vallarins. Sóknarmenn og kantarar. Já, þetta var lítið brot en samt sem aða brot. Já, ekkert af þessu. Dómgæslan bara verið í fínu lagi. Ekki erfiður leikur að dæma það sem af er. Staðan ennþá 1-0 fyrir Víkingum. Markið kom bara strax á annarri mínútu. Engin vallarklukka samt sem áður í gangi. Það er hægt að fylgjast með nákvæmum tíma. Gunnar Þór, Brotleir, Stefán Hjaltasteð, nei, Atli Fannar var þetta. Braut hana, Andri Fannar og Garri Martin. Þess að þessi komin bara í vinstri bakvarðarstöðuna þannig með langa sendingu á Almar. Almar getur tekið á rás, kemur boltanum út á kantinn og ágætis fyrirgjöf. Koma þessi í horn, hins vegar í horn, Ómar Friðriksson gerir það. Já, 40 mínútur búnar að þessum leika, 5 mínútur eftir þessum hálfleik. Garri Martin ætlar að taka þessa hornspyrnu. Hún er ekki svo besta, en boltinn rattar aftur á. Garri kemur honum fyrir, Ásgeir Frank skallar þetta í burtu, Kristinn Jóhannes kemur boltanum fyrir og beint í hendunar á Sigurði Hrannari Björnsssyni og hann spyrnir boltan beint fram. Haukur Baldvinsson var þarna á miklum sprett en boltinn rattaði ekki þangað, heldur var það Andri Fannar sem fékk þannan. Já. Einum leik lokið í Champions-deildinni þar sem að Jóhann Berg Guðmundsson og félagar töpuðu fyrir Ipswich 1-0. Markið kom á lokamínútunni 90. mínútu. Jóhann Berg spilaði í 90 mínútur en fór af velli í uppbótartíma þeim leik. Víkingar hér með boltan. Já, Ólafur Þórðarsson hérna vill að menn mæta í svæðin, koma boltanum í svæðin. Langur bolti frá Hauki Baldvinssyni, vel gert. Ómar Friðriksson, Atli Fannar. Ekkert á þetta, hann dettur bara Garri Martin. Snúðar vörn í sókn, nei, þetta er aukaspyrna, jú. Já, þetta er hárrétt. Aukaspyrna ekkert á ósvipum stað og Íslendingar fengu við Frökkum 1998 í 1-1 jafntefli þeirra sem Ríkharður Daðarsson skoraði mark Íslendinga. Hér er það Garri Martin og Egill. Andri Fannar kominn hér, Garri Martin aftur, leggur hann til hliðar. Kristinn Jóhannes kloppar einn víkinginn, nær ekki skotinu og það er aukaspyrna á Káninga. Ég veit nú ekki á hvað þetta virkaði frekar ódýrt en dómarinn alveg vísir sinni sög og enginn neitt að mótmæla þessu, þannig að hlýtur að hafa réttu dómur. Sigurður Hrannar og Ásgeir Frank. Haukur Baldvinsson. Finnur kemur hann bara alveg aftur á Davíð Steinn. Víkingar bara láta boltan ganga í eftirstu víglínu.
bolti hér, Atli Fannar, nei, Andri Fannar nær honum. Atli Fannar, Andri Fannar, já. Ómar Friðriksson hér með innkastið. Atli Fannar nær ekki að gera sér mat úr þessu. Og með mjög misjafna tilraun á þessi hælspyrnu. Boltinn hér, aftur á Ómar. Og vel gert hana Enoksson. Enok heitir hún allavega. Ég voru nú ekki vissir þjálfararnir hvað svona væri. Ég held að hann væri Enoksson, þannig að ég ætla að nota það. Það eru Víkingar, Haukur Baldvinsson hér með boltan. Það leitar alveg tilbaka Davíð Steinn. Já, þá flautar dómarinn til hálfleiks. Staðan er 1-0 fyrir Víkingum. Og ég ætla hér að gera stutthlé á meðan leikhléið fer fram. Væri vantilega ekki langt leikhléð, en við komum aftur að vörmarspori.